Hvernig á að spara 50.000 krónur á mánuði? Halló og velkomin aftur á sporin að velmegun. Í dag munum við tala hvernig þú getur sparað 50.000 krónur á mánuði, jafnvel þó þú hafir ekki miklar tekjur. Þetta ekki töfralaust, heldur einföld og raunhæf aðferð sem þú getur byrjað að framkvæma í dag. Með réttum aðferðum og smá skipulagi getur þú byggt upp sparnað sem mun breyta fjárhag þínum til langsframa. Leyfðu mér að segja þér sögu af Einari, ungum manni frá Reykjavík. Hann hafði alltaf viljað spara peninga en átti erfitt með að halda fjárhagsáætlun. Fyrsta skrefið hans var að skrifa niður allar útgjöld, frá stórum reikningum til litlu kaffikaupana á hverjum degi. Hann komst að því að smáar venjur eins og að kaupa kaffibolla úti á hverjum degi námu 12.000 krónur á mánuði. Þegar hann sá heildina, byrjaði hann að hugsa, ef ég breyti aðeins þessum venjum, get ég sparað mikið án þess að skerða líf mitt. Einar ákvað að skipuleggja sparnaðinn. Hann setti sér markmið, spara 50.000 krónur á mánuði. Hann byrjaði á að breyta litlum venjum, keypti heimakaffi í stað þess að kaupa úti, takmarkaði óþarfa netvörslun, fundu ódýrari en góð matarvalkost. Smám saman sjáum við hvernig smáir breytingar geta orðið stort sparnaðarmarkmið. Þetta snýst ekki að lifa ánægjulaus, heldur að gera smá breytinga meðvitað og sjá árangurinn vaksa. Hér eru 3 skref sem þú getur tekið í dag til að spara 50.000 krónur á mánuði. 1. Skrifaðu niður alla útgjöld þín. Þú getur notað einfalt blað eða app til að sjá nákvæmlega hvert krónan fer. 2. Breytu smávægilegum venjum. Smá breytingar á daglegum vana geta skapað mikinn sparnað. Til dæmis 400 króna kaffibolla dag sinnum 30 dagar eitthvað 12.000 krónur sparað. 3. Setu sjálfvirkan sparnað. Stillu bankann til að flytja ákveðna upphæð á sparnaðarreikning strax við lánagreiðslu. Með þessum 3 einföldu skrefum getur þú náð markmiðið þínu innan við mánuð. Mundu, sparnaður byrjar alltaf með litlu skrefi. Það skiptir máli hversu lítið þú byrja með. Mikilvægt að byrja strax og halda áfram. Með skipulagi, hugarfari og sjálfstjórn getur þú náð sparnaðarmarkmiðum þínum og byggð fjárhagslegt öryggi. Þú ert ekki bara að spara peninga, heldur að byggja fríð í huga þínum og sjálfsöryggi. Ef þú vilt fleiri ráð og sögur sem breyta lífið þínu, smettu á subscribe og ýttu á bjölluna til að fá nýjustu vindböndin okkar. Deildu líka einu sparnaðarsleiðin á Tammakaskrifin, við viljum heyra frá þér. Látum sporin að velmegun hefja saman.